Daniel, við missum engan svefn yfir þó að veðbankarnir séu ykkur ekki í hag. 3 deildatöp gegn Hólmurum, þannig að þið gerið væntanlega ráð fyrir að Pétur Hrafn setji lægri stuðul á ykkur á lengjunni eða ekki? Jú, alveg klárlega sko. Hærri? Hærri, auðvitað. Þannig að ég hlakka til að sjá það. Nei. Við erum náttúrulega búin að tapa þeirri sem fyrir með vetur og það er náttúrulega með gríðarlega öflugt lið. Þannig að við þurfum að hitta algjöran toppdag á laugardaginn ef við ætlum að ná í sigur og taka bikarinn heim. Daniel, að fara inn í svona leik, skiptir það máli að það eru leikmenn í þínum hópi, ólíkt Snæfellsliðinu, sem þekkja þetta, að fara þarna, taka þetta eina tempó sem í boði og vinna? Já, algjörlega. Ég með leikmenn eins og Pétur Unnalu sem eldri en 2 vetra í þessu og hefur gert það áður, bara núna síðast í fyrra og stelpunir sem eru í liðinu núna og sem voru í fyrra, þær þekkja þetta og við vitum bara hvað við þurfum að leggja á okkur. Þannig að við erum alltaf að undirbúa okkur gríðarlega vel núna þessa viku og síðan bara, við erum að sýna bara alvöru frammistöðu á laugardaginn og þá fáum við okkur góða niðurstöðu. Talandi alvöru frammistöðu, ef við berum saman þjálfara þess að tveggja liða, það meir en 2 áratugir í mun á ykkur í reynslu og óneitanlega hefur Ingi gríðarlega reynslu af stórum leikjum. Þú að undirbúa sem nýr skipper í brúnni á meðal úrvalsdeildar þjálfara. Hvað er mikilvægt fyrir þig að huga? Sko, ég bara trúir minni sannfæringu og ég tel mig vita ýmislegt hvernig að leggja svona leiki upp bara sem leikmaður sjálfur en núna þarf ég að hafa undirbúa 12 leikmenn í þetta verkefni en á sama skapi ég líka með frábæran aðstoðarþjálfara sem búinn að vera lengi í þessu bransa og Jón og Pétri, þannig að við erum búin að skipuleggja okkur allavega vel en klárlega hefur Ingi Þór vinningi þarna, það er ekki spurning. Varðandi hópinn, þú sagðir hérna áðan að Lilja yrði ekki með, það er nú skarð fyrir skildið því og hún hefur verið með ansið athyglisverða frammistöðu í vetur. Algjörlega, var náttúrulega valinn baráttuhundur fyrstu umferðinnar fyrir helmingstímabils og hún bara, þegar hún kemur inn, hún kemur alltaf með þessi gríðarlegu baráttu en hún kemur bara með það af bekknum núna á laugardaginn, bara í stuðning af bekknum. Hún er algjör lykilleikmaður fyrir okkur, hvort sem við sé inn á vellinum eða út af. Daniel, góða skemmtun. Thank you.